náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Guðmundur Arngrímsson, velkomin í Þvottahúsið. Takk fyrir. Velkomin. Ég ætla að kynna henni til leiks, svo ætla Davíð að taka svona mestu. Við tökum þetta allir. Herru, ég skrifa henni hjá mér, þú ert landslagsarkitekt, skipulagsfræðingur, hellukvíslari. Hellukvíslari, ég veist að segja þetta. Við kannski komum inn á það eftir. Já. Við verðum að gera það. Já, við verðum að gera það. Þetta er orðið að skemmtilegur sögur. Já, akkurat. Möndlurristari. Möndlumeistari. Möndlumeistari. Já. Ok, þú sagðist ristar möndlur niður í bæ og tengir við alþýðina. Já, akkurat. Og þú ert formaður samtaka leigjenda. Einmitt. Hvernig ertu í öllum þessum hlutverkum? Sko, ég er komin í burnout? Jó, ég er búin að vera í burnout ástandi í mörg ár og ég er ekkert að grínast með það, sko. Það er svona viðvarandi ástand og þetta er svona fight or flight ástand bara reglulega, sko. En ég er náttúrulega fyrst og fremst pabbi. Ég á 5 börn og það er svona eiginlega eina sem ég er. En svo er hitt svona eitthvað sem ég er búin að tileinka mig bara. Það er að lærði landslagsarkitektur í Kaupmannahöfn og hluta til skipulagsfræði. Og svo er ég líka grjót- og torfhleðslumeistari og vinn mikið við það á sumrin að hlaða grjót og torfi og svo í nóvember og desember þá er ég að rista möndlur fyrir alþýðina niður í bæ og það eru margir sem að bara Ertu ekki eini svoleiðis? Jó, ég er búin að vera meira meina einn í þessum, það eru svona sem betur fyrir einhverjir aðrir að koma til, það er að gera þetta svona meira mainstream eins og maður segir. Þetta er svona svolítið danslið ekki? Þetta er náttúrulega ég kom með þetta með mig frá Danmörku. Ég fór að kenna heiti grunnskóla og var að kenna útinám og var svolítið mikið þar á tímabili, reyndar. Ég var alveg í því svona útinámskennslu, útinámsþjálfun í mörg ár. En ég fór að leika mér að þessu bara fyrir krakkana í útinámstímanum vegna þess að það var svona auðvelt að fá til þess að klára það sem átt að gera og vera iðinn. Ef ég gerði eitthvað fyrir þau í lok tímans. Eitthvað gulrót. Já, ég var annað gott að laga kakk og svo prófaði ég einhvern tímann að rista möndlur og það var bara fjandinn var laus, sko. Svo prófaði ég þetta á okkur foreldraskemmtun og það var bara nokkur dögum seinna var hringt í mig og verslun í miðbænum sem vildi fá mig til Þetta er sykur líka, ekki? Þetta var sykur, vatn og möndlur. Já, basic. Og svo þetta var nú bara brandari sem að tók jóðsött og ég endaði bara var vélaður af miðborgarstjórunum þáverandi til þess að koma á Þorláksmessuna 2010. Síðast ég talaði við það ástum með 2 bása, eða ekki? Já, ég kom með 5 bása. Sænt. Entrepreneur. Já, þetta er bara í lok október þá bara legg ég allt annað frá mér sem að passa broslega vel við svona tímabili vegna þess að það vera að hægja svolítið á einmitt í hellukvíslunni og öllu því. Ég er svona þegar að fer að hausta að þá tekur þetta við og þetta er alveg ægilega skemmtileg tími en ég bý svo að því að geta tekið mig frí bara í janúar og febrúar sem ég geri og er það bara heima. Mér finnst rosalega gott bara að vera heima þegar ég er frí, sko. Ég er ekki gáinn að ferðast en ekki þegar ég ætla að halda frí, sko. Þú ert svona maður margar hlutverka, nóg að gera allt í öllu. Já. Svo með 5 börn, ertu svona kvennakall eða? Já, 5 börn með 6 konum. Já, Ég var að fara að segja það, já. Hvað er þykir svona eftirsóknar? Nei, ég á 5 börn með 2 konum. Ég á fyrir kona minni og 4 börn saman og svo á ég eina dóttur með barnsmóður minni sem er 4 ára gömul. Og börnin eru frá 4 og upp í 24. Þessi árangur. Já, ég er búin að vera að sækja börn á leikskóla stanslaust síðan 1999. Herri Guðs maður. Vel gert. Jesus. Þetta er kannski ástæðan fyrir þú ert ekki ennþá komin í svona algjört burnout því að einhvern veginn þú ert bara fann að lifa í sársaukanum alveg bara stanslaust. Já, maður hefur ekki tíma til þess að sinna burnoutinu, sko. Það er svona láta það sunka inn. Það er svona bara einhvern veginn í yfirborðinu stanslaust. Og þú sko þegar svona hallar aftur augunum sko þá kikkar það oft inn sko, kikkar inn á kvöldin þegar maður gefur eftir. Já, og líka það sem er mjög gott að sofna. Ég á mátulega erfitt með það reyndar sko. En það er svona ég bíð oft CBD getur hjálpað með það. Já, ég bíð oft eftir því svona daginn að geta sofna sko. Svo byrjar þetta aftur. Já, upplifið þið það aldrei að einhver hlakkar til að verða gamlir og svo deyja? Nei, lífið er alltaf skemmtilegt. Er það þannig? Lífið er geggjað. Lífið er skemmtilegt. Og börnátið og allt. Og svo bara
það er svo mikið einhvern veginn að miklu að taka sko, í lífinu. Þannig að ég hlakka ekki mikið til að verða gamall ég hlakka til að vera gamall Já. og ég held ég verið gott gamall minni sko, af því að Ég sá nú mynd af pappa hennum á samfélagsmiðlum daginn, hann hefur verið svolítið svona hardcore kall. ég er komin af svona Það er fólki efni í annan þátt bara. ég er komin af fólki sko, sem að ólst upp á Dröngum Já. sem eru nyrsti bærinn í Strandarsýslu. Það er 2 daga gönguleið bara næsta vegi, Shit. ekki rafmagn og ekki tímasamband og pabbi var labbaði í skólan á 2 vegna fresti, var 2 daga á leiðinni þegar hann var bara 8 og 10 ára gamall og þau eru bara Hann var líka ansi við bara ná þessari mynd. já, þau eru alls svona, þeir eru 8 bræður og 6 systur og eru síðustu bændurnir á þessu svæði sko. Og ljúkarunni Svona í einangrun eða þannig. Já, svona og runni alast upp við það alveg fram til 1970 þetta bara forneskjulega svona bændarsamfélag þar sem að var ekki rafmagn og það var allt súrsað og það var farið í kaupfélagi á mánaðarfresti á trillunni og það var bara 30 tíma ferð og Ólst þú upp í þessu alveg þangað til þú varst? öll sumur var ég þarna og fyrir þarna ólst upp þarna sumurinn við vorum náttúrulega, því það var við vorum með stórt æðavarp og það var þau sóttu all þarna sískinin meira minna yfir sumarið og svo vorum við að taka tína reka við og saga, og mikið saga, það var saga alveg ógulega mikið. Svona stórum ristisögum Já, þá vorum við að saga girðingastöðra og svo vorum við líka á þessum tíma að veiða sel og það var mikið innaður líka. Þá vorum við með selveiðar bæði á haustunum vorin og verka skinn og þess að þar og svo æðavarpið tók alltaf 2-3 mánuði og svo var rekaviðurinn bara stanslaust verið að tína hann og það er mikið vinna að vera að velta þessum drumbum út í sjó og binda fleka og svo sigla með þetta og sagið til staura og svona. Þannig að lifa að landinu bara. Já, þetta var algjörlega bara að lifa að landinu. Borðaði súrt slátur í hver einustu mótni, saltkjöt og saltfisk og afi fór aldrei í kaupfélagi fyrir að hann búið með tóbaki. Það var með svona nál í tóbakspunknu hjá sér og þegar hann stakk sig á henni og hæst í pókanum, þá var komið tími til að vera í kaupfélagi. Svo var bergmálaði svona í búrunni hjá ömmu já, þetta var mikið forréttindi að fá alast upp við svona. Þannig að ég þess vegna lítur hann pabbi svona út svona. Hann er látinn ekki? Nei. Hann er ennþá lifandi? Já. Afi látinn en hann er 72 ára gamall og er bara trillukalli í Bolungarvík sko. Já, vel gert. Já, hann er fyrir mörg að segja maður. Ef hann á vegið ísbjörn með berum höndum. Já, það hefur, sko, hann á ísbjarna svona þófa sem hann hirti af ísbjörni sem rak á fjörurnar þar sem hann þegar hann var ungur og skar ísbjörnin allan í tætlun og hirti alltaf hann svona gætt hyrt og svo þegar kom á sunnan að sækja ísbjörnin þá var hann bara í henglum í fjörunni hann var bara 12 ára gamall sko. Já, vel gert. Þannig Jesus, þetta er rosalega. Heyrðu, þú ert formaður samtaka leigjanda. Já. Er það nýskeið eða var það frá síðasta haustu eða eitthvað? Já, samtökin voru endurreist, þetta eru samtökin sem var stofnuð 2013. Svo voru í dvala? Leggjast í dvala, fólk bara brann út, voru sjálfboðavinnu náttúrulega bara eins og ég sjálfur og fólk svona brann út á þessu öllu saman svona á útmánuðum 2020. Svo endurreistu við samtökin í síðastliðið haust, október, þar sem við komum saman svona ágætlega stór hópur af fólki og endurreistu þau bara og ég var bara óbreyttur stjórnarmaður framan af en að því að ég hef gaman að tala og gaman að skipta mér að þá var ég svona að hafa mig frammi og endaði svo sem formaði bara í janúar. En komið þið ekki bara alls staðar að lokaðum dyrum? Er þetta ekki vonlega sparata? Nei. Að díla við þessi hákapitalísku öfl? Nei, það er það bara ekki vegna þess að við erum svo marga góða fyrirmyndir. Við erum marga góða fyrirmyndir bara af leigumarkaði á Norðurlöndunum og allstæðar Norður-Evrópu og jafnvel á Íberíuskaganum og Ítalíu. þar sem að leigumarkaðin bara jafnvægi að blússandi gangur á fasteignamarkaði en þar eru bara leigjendur varðir. Hvernig þá? Eða hvernig þá öðruvíst en hér kannski? Það er svona regluverkar sem að takmarkar óeðlilegar hækkanir á húsalegu, réttindi leigjendur meiri þar sem þú getur búið lengur í íbúðunum sem þú ert ekki með svona tímabundna ássamninga eins og rosalega oftur hér. Þannig að sem að þekki bara frá Norðurlöndum og Danmörku. Já, bara Danmörku til við byggum nú báður í Danmörku og þar er leigumarkaðin jafnvægi og þar eru miklar hömlur á hækkun á leiguverði. Þú sem leigusali þetta til dæmis bara sannfara kommunum það að þú vilja hækka leigunum 2000 skall
að því að þú skiptur glugga, þak og eldhúsinnréttingu, þá bara samþykki kommunu það eða hefur eitthvað með það að segja. En á sama tíma þá blússandi gangur á fasteignamarkaðnum í Kaupmannahöfn og 17% hækkun núna í COVID. Þannig að sko það ekki samhengi á milli þess að sé regluvæddur leigumarkaður og að sé eitthvað svona hálfgert hrun eða volæði á fasteignamarkaði. Það bara allstaðar í Evrópu bara blússandi gangur á fasteignamarkaði þó hann sé meiri gangur á honum hér og það að gangur ekki bara þensla? Já, þetta þensla vegna þess að stærsti kaupendahópurinn eru fjárfestar. Þetta ekki fólk sem að kaupa sér heimili og það það sem óeðlilegt og það það sem allt öðruvísi hér heldur en meira segja bara í Bandaríkjunum. Það ekki svona í Bandaríkjunum þar sem fjárfestar eru stærsti kaupendahópurinn. Hvernig það þar þá? Það einstaklingar sem að Já, einstaklingar og leigufélög, það það líka fjárfestar. Ég sá einhverja grein frá 2016 þar sem að hlutfallið hafi aukist í 6% yfir árið, þar sem að þau sóttu á fjárfestarnir, voru konum með auka hlutdeild sína 6% og það þótti þá bara hættumerki. Það var svona red flag. Af hverju séu hættumerki? Já, hvað meinar með því? Já, það ekki ég sem setti þetta fram, heldur bara bandarísk yfirvöld vildu meina að þetta væri ákveðin hættumerki á fasteignamarkaðnum ef að fjárfesta væri farin að sækja inn á hann í auknu mæli. Þess að hlutdeild þeirra óx 6%. Ég skil, en af hverju myndi það skilgreinast sem hætta? Já, það vegna þess að þá eitthvað óeðlilegt, svona óeðlilegar ávöxtunarmöguleikar á fasteignamarkaði. Það að segja að þetta nú húsnæði. Þetta ekki svona hefðbundin neysluvara sem að þetta, fólk getur valið frá. Og þetta töldu, ég las þetta svo sem ekki ástæðan fyrir því að bandarísk yfirvöld vildi meina að þetta væri hættumerki þegar fjárfestar auka hlutdeild sín svona hratt. En ég las bara svona tölfræði síðu, þar sem að þetta stóð og ég veit ekki alveg grunni fyrir því, en það var svona hrópandi ósamræmi við það að hlutdeild fjárfesta á Íslandi, þar sem eigna fólk sem eiga íbúði fyrir, sem að kaupa sér fjársteigni til þess að fjárfesta og annarkvota bara til þess að binda peningana sína eða leigja, eða þá lögaðalar eins og bara leigufélög, að þeirra hlutdeild í fasteignamarkaðnum frá 2005 68,5%. Það sé að 12-falt meiri nánast. En okkur ætli það sé? Þetta skýrist náttúrulega mörguleiti í hrun. Það ekki, þá sópaður undir sig? Já, þá gerist það náttúrulega leysa skilanendi bankana til sín og íbúðalánasjóður gríðalt magna af heimilum. En að tala þetta sem milli 14 og 15.000 heimili sem að fór inn í þessa skilanefndir Dróma og hjá Arion banka eða Kaupþing og Glitni og Landsbankanum, Sparisjóð Velstjóra og svo náttúrulega íbúðalánasjóður. Og í staðinn fyrir að setja þessa íbúð bara í leigufélög á vegum annarkvort skilanefndana eða þá á vegum íbúðalánasjóðs, þá voru þessar íbúður boðnar út í svona stórum kippum, alveg 50, 100, upp undir 400 íbúður í einu. Og þetta var fyrir fjárfesta og einu fjárfestan sem á þessum tíma sem áttu pening voru fólk sem var að koma með pening á utan. Þannig að þetta voru oft tíðum bara þeir sem voru stóru leikendur í hruninu. Gamma til dæmis kom að keyptu upp helling, var það ekki þeir sem að keyptu upp eftir hruni? Jú, Gamma og Heimavellir líka. Og ekki bara þeir, heldur það líka miklu fleiri svona meðalstór leigufélög. Já, það er bara nánast einstaklingar. Já, sem eru þá kannski með 50 upp undir 100 íbúður, hafa reitnend upp í Norðlingaholti sem seldi inn í Heimavelli fyrir nokkru árum síðan. Hann átti 150 íbúður. Einstaklingur? Já. Eða eitt lögaðili þar að segja? Já, svona eitthvað sem að barst ekkit á og hafði aldrei komið eitthvað staðar fyrir, hann átti fyrirtæki sem heitir Vegamálun held ég. Og þannig að það er tölvöld mikið af svona félögum og þetta, að því ég kom með þessar skýrslu í hendurnar yfir kaupendalistan frá Íbúðalánasjóði, það var ekkert að fá kaupendalistana úr skilanefndunum vegna bankaleyndar, en Þorsteinn Sæmundsson, alþingismaður fyrrverandi hjá Miðflokknum, hann barðist fyrir því að þessar upplýsingar eru gerðar kunnugar frá Íbúðalánasjóði og þeir eru að verða við því á endanum. Þannig að þessi listi til og þá sér maður minnstakosti það sem fer úr Íbúðalánasjóði rosalega mikið svona lögfræðingar, það eru fasteignasölur, jafnvel bara verktakafyrirtæki. Altså kaupendur. Já, sem að kaupa 10, 20, 30, Gjafaprís. 50 íbúð, já. Á þessum tíma náttúrulega var markaðsverðið alveg í botn. Lágmarki. Algjör lágmarki. Og
og það var verið að selja íbúðurnar alveg miskunnulaust sko, eins og síðasta kippan sem að Heimavellir fékk held ég að haustið 2015 frekar en voru 2016 að þar var meðalverðið á íbúðunum 22,2 milljónir í samanburði við bara í dag 60, 70 í dag en þetta er náttúrulega einstæmi þetta er svolítið sérstætt, þetta er náttúrulega einstæmi eins og talum við núna séu lögaðilar og leigufíl og fjárfestar að kaupa í mjög auknu mæli en það búið minka hlutvallið en það er samt hátt hefur það ekki alltaf verið þannig í sögulegu samingi í raun? Nei, vegna þess að hlutdeild þeirra sem sagt fasteigna þeirra sem að eiga fleiri en einu eign, það hefur aukist alveg rosalega mikið. Séreignar hlutfalli á Íslandi fór úr 84% og bara niður undir 70. Það er rétt skriðið við 70 aftur, bara núna á síðast ári. Þannig að sko séreignar hlutfall, það myndi þá þýða það er þegar sko einstaklingar sem eiga heimili. Og það er komið niður í 70% sem er bara með í lægsta í Evrópu. Það eru nokkuð lönd eins og Finnland með 55% og ég man ekki öllu Frakkland er með 77% en flest löndin eru þarna og yfir 80 upp í 90, rúmlega 90%, sérstaklega Austur-Evrópu þjóðirnar af því að þar var og er ennþá svona jafnvel sko nánast íbúðirnar nánast gefnar sem sagt, ég veit alveg sem í Makedóníu hitti þarna forsvarsfólk leiðindasamtökin í Makedóníu og þau sögðu mér sko að þegar þú giftir þig í Makedóníu þá getur þú fengið íbúð hjá ríkinu gratis ég veit ekki hvort þetta sé gratis en þetta er svona þeir eru útlútað þessu þannig að séreignar hlutfalli í þessum löndum eins og Rúmeníu, Búlgaríu, Ungverjalandi, Tékklandi er ennþá hátt og það er að lækka af því að það er bara markasvæðið hagkerfið þarna þannig að það er að draga úr þessu en það er ennþá gríðarlega hátt en það verður mjög stór breyting á þessu tíma hérna heima. Íslendingar hafa alltaf verið svona kauparar einhvern veginn. Já, við vorum alltaf það hefur verið stæðsta hefðin hefur verið bara einhvern veginn að kaupa sér íbúð og leigjendur hafa alltaf verið svona eitthvað svona jaðarhópur. Leigjendur hafa verið farandverka fólk sem kannski fór illa ráðið sínu fólk sem átti eitthvað erfitt og svona, kannski sjómenn einstæðingar. Og fyrir vikið er náttúrulega bara engin strúktúr einhvern veginn til þess að halda utan þetta drasl. Engin hefð, engin það er náttúrulega lagabálkur í kringum þetta, en er hann kannski úreltur? Geti það verið máli? Nei, hann er ekki úreltur, hann er bara ekki, hann er ekki góður. Það er bara, hann er svo einfaldur. Hann tekur ekki á eins og til dæmis leigusalar sem er að leigja út óíbúðarhaft húsnæði eins og Bræðraborgarstíg eða eitthvað svoleiðis. Nei, það er sko leigjendalöggjöfin eða leigulöggjöfin hérna í íslenskan sem er frá 1994 og það er svona kannski endurspeglar svolítið í þessu, þannig er leigumarkaðan lítill og þetta er fyrir tímabundi fyrir fólk sem er bara tímabundi kannski námi og svona skilu. Það er svona uppistaðan að leigjendum svona við hugsaum tilbaka 20 ár, hver er leigjandinn? Það er námsmaðurinn að koma undan landi eða það er farandverka fólk og kannski fólk sem átti eitthvað erfitt. Svona skammtíma úrlausn eða eitthvað vesen. Já, eitthvað vesen, já. Okay. En svo bara breytist þetta allt í einu og leigumarkaður stækka bara rúmlega 100% á örfám árum og það er bara fullt af bara svona millistétta fjölskyldufólki sem endar á leigumarkaðnum og svo festist þar og leigumarkaðurinn stækkar sem þýðir það að það er eftir miklu að slægjast ef þú sem leigusali kemur inn á svona markað þar sem er fullt af bara vel borgandi fólki sem kemst ekki burtu og það náttúrulega svona er augljóst bara er eitthvað íbúð bara eitthvað 10 ára eða eitthvað. Já, bara það er augljóst fjárfestingartækifæri og svo gerist þetta í hruninu þar sem eftir hruni þegar að kaupa þessar stóra fjölda íbúðum á spotprís eins og íbúðin til þess upp á Ásbrú þar fóru á 5,5 milljónir og það verið að leigja þessi íbúður á 230 skall og þetta er svo selt 2015 fjárfestarnir er búin að fá íbúðin að borga tilbaka tvisvar síðan þeir keyptu það sko. Þannig að þarna verður til þetta er svolítið ekstrím dæmi kannski sko. Og líka, en ég er svona veltið fyrir mér sko hver á þá að bara gefum okkur forsendur í dag bara markaðurinn, fasteignamarkaðurinn í dag, verð og svo leiga hver á þá sem sagt hvatningin fyrir fjárfesta eða einstaklinga hvað sem er, að kaupa íbúð segjum bara 60-70 milljónir og leggja út mikið eigið fé og leigja út ef það fær ekki
hvað maður að segja, sanngjarna endurgjöf eða svoleiðis. þá þarf að fara að skilgreina hana. Já, og hvernig skilgreinir það? Hvernig? Já, það er til þess að sem vantar í lögin. Það stendur í 37. grein húsaleigulagana að það er lítil málsgrein leiguverð, húsaleigu, og þar stendur bara hún þurfa að vera sanngjarn og eðlileg í garð beggja aðila. Það stendur ekkert með það, svo er ekkert viðmið. Þetta er bara mjög opið til túlkunar. Já, opið til túlkunar, bara hvað er sanngjarnt og eðlilegt. Þannig að við þurfum að finna okkar einhvers konar viðmið til þess að miða við, en varandi þetta sko með svona hæfileg endurgjöf, það er mitt málið. Við þurfum að finna hvað er hæfileg endurgjöf, hvað getum við sagt að sé hæfileg endurgjöf af þínu framlagi, til dæmis bara útborgunni þinni, getum við mælt það í eignamyndunum sem verður til sem að leigjandinn stendur undir? Hún er náttúrulega svo ófyrir séð, þó hún sögulega sé eignamyndunin það há að hún skila sér margfalt til fasteigna eigenda, en þú getur samt ekki vitað, eða þú skilur hvað ég meina, sko. Já, en í 50 ár sem við mælt fasteigna verð, það bara hefur aldrei lækkað nema bara í hruninu. Þannig að það er eiginlega bara eina sem getur sko breytt þessu er eitthvað svona náttúruhamfarir. Þannig að það hefur alltaf verið bara söguleg samhengi langbesta geymslan á fé í svona verðtryggðu samfélagi að fjárfestingarsteypu. Það hefur bara verið besta fjárfestingin. Þannig að það er spurning, eigum við að sætta okkur við það að þeir sem hafa tök á að fjárfesta að þeir standi bæði sko þannig að síni tekjuöfluna sem verður til vegna verðhækkana, verður til vegna verðmyndunar sem að leigjandi stendur undir og svo líka eitthvað umfram það. Í Danmörku stendur bara í húsaleigulögunum í 3. kafla 1. málsgrein að húsaleiga má ekki vera hærri en sem samsvarar nauðsynlegum rekstrarkostnaði leigusalans. Það segja stendur bara, það bara má alls ekki fara upp fyrir það. En er það ekki oftast tilfelli í dag? Í mínu tilviki til dæmis ekki hrunsíbúðuna, það meina ég kannski svo, ég var að kaupa íbúð á rétt undir 40 milljónir, legg 10 milljónir 30% út, rekstrakostnaðurinn minn er 200 skall með húsauðallu, markaðsverð, leiguverði svona markaðsverð segi ég, skilurðu, er svona 190 cirka. Að þessu íbúð. Já, ég get sagt mig við það, en mörgum myndi finnast það hátt samt, skilurðu. Og hvað á ég þá að gera? Hún er ekki með 47 fermetrar, 2 herbergi, en á góðum stað, skilurðu, og mjög góðu standi. Og svo skoði ég reiknivélininn á hagsmunasamtökunum og þá ég að leiga hann 80 skall eða eitthvað svoleiðis. Já, sem óhagnaðir með leigu. Já, en skilur, ég get alveg sætt mig við að vera á núllinu aðeins undir og tekið eignamynduna, en það er rosa erfitt fyrir kannski ungan mann sem er ekki efnamaður, skilur, að þurfa að borga rosa mikið með fasteigninni og jafnvel viðhaldinni líka. Það dæmi gengur í mínu tilfelli og margra annara sem eru kannski með eina íbúða, 2 eða eitthvað, svona venjulegt fólk sem vilja vera góðir leigusalar. Skilur, þannig að, sko, hvernig... Í Noregi leysa það bara mjög einfalt. Ok, það er áhugavert. Það er bara einfalt og þetta er ekki bara í Noregi, heldur við það. Þú mátt ekki skulda meira 50% í íbúðinni. Eða það leiðunót. Þetta er þess að koma í veg fyrir það að þú skuldsetti þig í bótt og taki kannski óhagstæð lán. Þú getur valið kannski lán sem er með greiðslubyrði upp á 180 niður í 120. Skilur með þessu blöndu lán verðtryggð og óverðtryggt. Þannig að sko til þess að koma í veg fyrir það að þú getur velt þínum fjármagnskostnaði út á leigjendur, þá er bara mátt ekki skulda meira 50% íbúðinni. Það gera þá ekki verkum að fjárfestar kaupa upp allar eigninar og halda samt upp í herra verði, skilur. Þeir sem að raunverulega hafa 50%. Penning, 50%. Noregu kannski getur rosalega gott dæmi. Noregu með næst hæsta séreignarhlutfall í Evrópu. Þannig að það er mjög lítill leigumarkaður. En hann er hins vegar þannig stýrður að þú þarft að setja íbúðin í leigu miðlun í sveitarfélaginu þar sem þú ert. Þú getur ekki leigt hana, við getum ekki gert samning okkar á milli. Þú leggur íbúðin inn og hún er svo, þannig að ég sem leigjandi þarf ekki að hafa samskipti við þig. Þú hefur samskipti við leigumiðluna og ég hefur samskipti við hana líka. Og þannig helst líka ákveð jafnvægi í verðinu af því að þú kannski getur ekki farið inn í leigumiðluna og sagt, nei, ég ætla að fá 300.000. Þá var svona markaðsverðið sér 200. Og svo líka bara það, ef þú ert ekki svona skuldsettur, þá þarftu heldur ekki að vera með það háa leigu að leigjandi get ekki staðið undir henni. Það er mjög sérstakt á Íslandi og það er eina landið sem ég hef skoðað, ég hef nú búin að skoða mörg síðustu 7 mánuði. Eina landið í Evrópu þar sem að meðaltali er dýrar að leigja heldur hún að standa undir afborgunum af Já, svona almennt. Já, almennt. Ég veit það bara sjálfur að minni reynslu, ég hef búin að leigja núna í 8 ár og ég hef búin að borga yfir 30 milljónir í húsaleigu. Og ég hef verið að leigja íbúður af því ég hef nú búin að bara svona kynna með málni, ég hef búin að leigja íbúður sem er nýkeyptar, þannig ég veit hvað kaupverðið var
ég veit hver fjármagnskostnaðurinn ég hef skoðað veðbók og vottorð, þannig ég veit að ég hef verið að borga í báðum tilfellum milli 80-90 krónum meira heldur en afborgun af lánunum. En af hverju leigir? Já, ég fer út að Það er kannski persónulegar ástæður. Nei, ég er búin að reyfa það áður. Ég og barnsmóðir mín við skildum árið 2014 og við eigum íbúð saman sem hún býr í og börnin mín og þetta er bara þeirra heimili og þannig þessi terpingi og vini og eru bara skóla þar og ég ætlaði bara að fara tímabundi á leigumarkaðinn. Ég hugsaði með mér að þetta myndi taka kannski 2-3 ár og ég bara var vinnandi verktaki og þénaði bara ágætlega. Og planið þá bara eitthvað að safna sig fyrir íbúð? Já, og ég bara bjó útýrt, ég bjó mér þess að bara á skrifstofunum minni tímabili og bjó svo í tjaldi á Patreksfirði, ég var að vinna þetta sumar. Þannig að ég náði að safna mér upp svona smá pening, en ég náði bara ekki að halda í við hækkanirnar vegna þess að hver skipt sem ég átti árið 5 milljónir, þá þurfti ég 9 og svo þegar ég eignaðist 7 milljónir, þá hef ég þurfti að hafa 15 og þannig að ég festist bara á leigumarkaðnum. Hvar ertu í dag ef þú sem einstaklingur ætlar að ná þér í 1 svefnherbyggi og kannski 2 fyrir börnin, 3 herbyggi íbúð, hvað þarft þú í dag að eiga marga milljónir eða ætlar að fá íbúð eitthvað svona nokkuð miðsvæðis? Ég þurfti ekki að eiga svona 15-18 milljónir. Já, örugglega. Þú fær ekki 3 herbyggi íbúð, alls ekki undir 50 milljónum, bara alls ekki. Nei, það 60 bara milli 60 og 75. Það er bara þegar hlutdeildarlánin komið fram hérna fyrir svona eina ári síðan. Já, það keyrði verðið líka. Já, en líka þá var engin íbúð á tímabili sem að hlutdeildarlánin dugði fyrir. Það var á Blöndós og Já. Skilur, það var allt svoleiðis. Já, ég veit að ef að þú sem leigjandi ætlar hann komast á leigumarkaðum, það er gríðarlega erfitt að safna sér af því það er svona eðlimálsins samkvæmt, þá er þetta kannski ekki hátekju fólk á leigumarkaði, þetta er svona meðaltekju og lágtekju fólk, svo býrum við mikla og íþengjandi húsnæðiskostnað, erfitt að safna sér. Þetta er kannski fólk líka sem er ekki með gott lánstraust, eins og ég til dæmis, ég skulda meðlög og sem eitt skipti þegar ég hafði virkilega möguleika að kaupa mér íbúð 2017. Og fórst ekki gegnum greiðslumat? Ég fór gegnum greiðslumat og ég var að hafna út af því ég skuldaði meðlög. Og en ég var þá að leigja á heimavöllum 96 500 íbúð með 2 svefnherbyggjum fyrir mig og 4 börn á 275.000. Ég ætlaði að kaupa mér íbúð upp í Árbæ, upp í Hraunbæ, hún átti að kosta 42,9 þá, voru 2017. Hvað voru afborganir? Það voru 143.000 krónur miðað við útborganir sem ég átti fyrir. Þetta er tómt vesen. Þannig að ég hefði getað að fengið hérna 5 svefnherbyggi, þetta var 6 herbyggi íbúð upp í Hraunbæ og lækka greiðslubyrðum mína næstu 50%. En af því ég hafði ekki lánstraust út af meðlagsskuld, þá komst ég ekki af leigumarkaðum og hef síðan verið fastur þar. En var ekki verið að tala um að reyna að ná einhverju svona tengingu á milli þess hvað fólk er að borga í leigu og komaði inn í greiðslumötin, þar að segja. Að þetta er alveg gömul saga á ný, fólk er að leiga 300 skall og svo kemst það ekki inn 100 skall greiðslumöt sem náttúrulega bara meikar ekki sens. Viðreisn er búin að vera að tala um þetta í þinginu, að reyna að láta greiðslumöti taka mið af því sem þetta borga í leigu. Mér finnst það mjög sanngjarnt, vegna þess að það er ekkert vit í því að vera með fólk út á leigumarkanum að borga kannski 300.000 krónur í leigu en synja því 180.000 krónur greiðslumat. Það er ekkert vit í því. En má ekki alltaf rekja þetta til einhverja aðstæðina og svona einhverja, ég ætlum kannski ekki að leyfa mér að segja mannlegra mistaka en mannlegra gjörða. Ég meina, þarna ferð þú ekki gegnum greiðslumat út af ógreiddum meðlögum og þú ert náttúrulega með hauga börnum, þannig að ég get varla sett mig inn í þessi spor að verður að borga svona mikið í meðlag, en ég meina bara ef þú hefði borgað meðlagi þá hefur ekki lent í þessu vesinu og þá ættir þú bara heim í eignaríbúð. Já, þetta, hugsanlega hefði þetta tekist, en hefði ég borgað meðlögin þá hefði ég aldrei getað safnað mig fyrir útborgun. Nei, ok, það er svo annan handlegur. Já, það var svona það sem ég trassaði á þessum tíma, af því að ég var svona í örvæntingu að reyna að komast af leigumarkaðnum. Að hugsaði með því ég kemst af leigumarkaðnum, þá get ég aftur farið að standa straum af meðlagsgreiðslunum, vegna þess að það myndi greiðslubyrðin lækka. Þannig að þetta var svona catch-22, þetta var svona ómöguleg staða. Þannig að ég þurfti að trassa meðlagsgreiðsluna til að safna mér útborgun og svo dugði hún ekki til vegna þess að þá var ég komin á lista hjá Creditinfo. Þannig að þetta er svona, þetta er ekkert einsdæmi. Það eru margir sérstaklega það fer illa til dæmis fráskipta feður á leigumarkaðnum. Það fer bara mjög illa með það. En hvað skal ég segja,
sko, hvað ætli þessi valdi leiguhækkunni, skilju, það og hvernig, sko, hvort mikilvægt að taka þannig slag fyrst, sem sagt leiguverðið og hvernig á maður að leysa það, hvað á leigu að vera í fyrsta lega og hvernig ætlar að ná þessu jafnvægi og svo, sko, í hvað röð eftir maður að taka þetta versus sko lögin að taka á aðbúnaði hækkun, ég er mjög sammála því, eins og til dæmis það að þú getur bara komið með hækkun á hverju ár og það getur bara verið eftir dúk og disk, skilju, vera með einhverju línu þar og svo annað upp á að tryggja sko húsnæði fyrir þá einstæða foreldra, sjúka eða aldraða eða hvert sem það af því að það mjög lélegt eins og það í dag, sko. Já. Hvernig á maður að vinna þetta í hvaða þrepagangi, skilju? Já, þetta er náttúrulega skelfileg staða sem við erum í. Við erum með alveg gríðarlega mikið skort á húsnæði. Er það ekki nú opinberum að kenna, skilju? Hvað liggur sökin á fjárfestunum eða er það hjá henni opinbera eða hvað? Þeir sem hafa skyldur gagnvart húsnæðismarkaðnum, það er sveitarfélögin. Það stendur bara í lögum verkefni sveitarfélaga, þjónustu þeirra og líka í lögum húsnæðismál. Það verður fyrst sveitarfélögin sem þau eiga bera frumkvæði skyldu í að útvega húsnæði viðráðanlegu verði fyrir íbúana. Það er bara þar liggur skyldan. Regluverkið liggur hjá Alþingi. Þess að þeir þurfa að setja það regluverk á leigumarkaðnum eða gagnvart húsnæðismarkaðnum eða bara bregðast við aðstæðum. Þannig að fyrsta lagi er þetta framboðsskortur sem að ég held að bara sé meðvitað búin til vegna þess að það skapar mikinn auð svona hækkandi fasteignaverð. Þetta eru tekjur sem að sveitarfélögin sækjast mjög í að spóla upp lóðaverð, hækka fasteignaskatta og þess háttar. Þannig ég held að þetta sé bara hreinlega að mörgu leyti að því ég get ekki gefið svona velmenntuðu fólki og sem er kjörið í sveitarstjórn og borgarstjórn og hundruð embættismanna á háu launum að hafa skapað hérna ástand í einhverju svona ómeðvitað. Allt í hennu bara einhverja 250 eignir til sölu bara öllu landi. Þetta meikar ekki sens. Nei, það eru fullt af fólki að vinna við þetta allan daginn á háu launum. Þetta er bara svona algjört fuck up. Já, mjög spes, sko. Já, þannig að sko það er eitthvað við þetta sem að er meðvitað. Þannig að staðan er slæm að þessu leyti. Það þarf að auka framboð á almennum leiguíbúðum sem eru þá í óhagnaðri rekstri vegna þess að við þurfum ákveðið jafnvægi. Í Danmörku er þetta tvennslags leigumarkaður. Það er svona mjög regluvæddur leigumarkaður í svokölluðum almennum íbúðum og svo bara einkamarkaður sem er líka undir ákveðnu regluverki. Við þekkjum eins og húsalegunefndir sem starfa öllum sveitarfélögum. Hefur það gefist vel eða? Já, þar leiguverðir ekki, við vitum það, leiguverðir hátt í Kaupmannahöfn. Það er ekkert lágt leiguverðir þar. En það er hins vegar annars konar markað við hliðina, þannig að ef að þú getur ekki staðið undir leigugreiðslunum á einkamarkaði, þá áttu alltaf að kosta að fara inn á almenna íbúðakerfi, þar sem að leigan er kannski heilmikið lærri. En þú þarft kannski að fara í einhverja leiðilegri blokk eða... Þetta tala andels leys? Nei, þetta er ekki andels. Þetta er svona alminnlegi bólía. Þetta eru sjálfseignarstofnanir. Þetta er stærsti hlutin af leigumarkaði. Þetta er stútt með æjabólíjar, svo ertu með hver er munurinn á æjabólíjar og alminnlegi bólíjar? Alminnlegi bólía er sem sagt kerfi sem er fjármagnað á sérstökum sjóði í Danmörku. Þar sem að leiguverðið endurspeglast bara í upprunalegum byggingakostnaði. Okay, en þá getur verið bara ekstra út í raskandi eða... Nei, það er bara verið að byggja sig íbúðu bara inn á AMR og bara miðsvæðis og þó að náttúrulega svona nýrri tíma uppbygging í Kaupmannahöfn, hún er svolítið miklu meira eignar íbúður. Já, en það er samt sem áður þarna verið að reyna að mæta einhverju ákveðinri eftirspurn. Já, það er náttúrulega líka verið að tryggja það að þú sem leigjandi sem kemst ekki annarkot velur eða kemst ekki inn á eignamarkaðinn, þú hafi valkosti. Já. Það er að búa eitthvað staðar flott miðsvæðin í Gotthersgati í 150 íbúð og borga 20.000 krónur í leigu eða þá að búa hinum megin í Íslandsbryggju eða eitthvað staðar inn á Amaður fyrir 4.000 skall. Skilu, þú hefur þennan valkost. Þennan valkost vantar okkur vegna þess að allt félagslega rekið búsetuúrræði á Íslandi eru sértök búsetuúrræði. Það er engin íbúð í óhagnaðardrifnum rekstri á almennum leigumarkaði Reykjavík. Þetta er allt sértök búsetuúrræði sem þetta fari gegnum velferðaráð til að fá íbúð hjá félagsbústöðum. Þetta skora fullt af stigum í einhverju áfallasögu. Þú þarft að ef þú ert námsmaður, þá kemstu inn hjá Félagsstofnun stúdenta. Ef þú ert eldri borgari, þá kemst inn í íbúðafélag aldraðra. Þetta er allt sértök búsetuúrræði sem að þú þarft uppfylla ákveðin skilyrði til að komast inn. Í Danmörku er þetta ekki þannig.
En á þetta bara opið öllum að þurfa að draga einhverja línu, skilju. Því ég veit ef að ég geti leikt ykkur staðar á segjum 100 áskall, þá myndi ég vera í snöggur að selja íbúðuna mína og bara vera á tenni. Eða þú skilur hvað ég meina, sko. Af því að það verður lítur að þurfa að vera einhver lína til þess að hafa hvata fyrir fólk til þess að þá sem það geta, skilju, vinna, safna eitthvað, hvernig sem það sko. Já, sko, þetta allt í lagi, fyrst við getum bara að tala aftur Danmörku. Þar drífandi húsnæðisuppbygging á einkamarkaði og líka á hinum-markaði. Vegna þess að sveitafélögin þau hafa þessar skyldur. Þannig að ef að einkamarkaðurinn bara hafnar því að taka þátt í því að byggja upp félagslega íbúðakerfi, þá hefur sveitafélag bara skyldu til þess að gera. Og þetta það sem að borgarstjórn Reykjavíkur og meiri hlutarnir síðustu 2 og meira með öll sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu, þau hafa eftirlátið einkamarkaðnum að uppfylla skyldur sínar. Í staðinn fyrir að vera með frumkvæði og vera sjálfurinn á markanum einhverju leyti til þess að taka toppinn af leigumarkanum, þá þetta allt inn á einkamarkaði og hann líka óregluvættur og það sem mjög sérstakt. Þannig að þetta það sem þú nefndir áðan, að þú myndir vera fljótur að velja að leigja á 100 áskall og bara vinna 30 tíma viku og fara á tenni, og þetta bara akkurat sem Danir gera. Það bara, þeir bara vinna minna og njóta lífsins og svo eru bara sumir með öðruvísi vinnur og meiri fjárhagslegt bolmagn og vilja bara vera á flottara stöðum. Það er bara ákveðið status í því. Já, bara vera inni og kaupa sér einbýlishús eða Þannig að jafnvægið ætti að nást. Við höfum alltaf að fordæmi til dæmis á Danmörku. En erum við ekki bara alltaf fá og það svona kannski ein spurning spilt og mér heyrðist þetta að vera svona eitthvað svona ákveðið svona samkendarskortur. Því að þegar ég bý í Danmörku það var svona ákveðið svona eitthvað svona social hugsun. Og það eitthvað svona in the long run þá eitthvað svona sameiginleg velferð sem gildir. Skilju, og þú mátt svona hreyfa þig svona ákveðið innan þess ramma. En þú mátt ekki vera of mikið þú heyrst jentilóin það er bara, þú mátt ekki vera of mikið því það bara, hey dude það er bara partíi búið. En á Íslandi, þetta er bara eitthvað samansafn af einhverjum fucking kúrekum sem eru bara alltaf saman í sánu í kjallaranum og alþingishúsinu og eru bara geggja spiltir. Já, það sko, ég get tekið undir það. Það ákveð svona kúrekamentalitet í ríkjandi og gott að segja þetta er fínt hugtak. Það er bara, þetta er lýsandi, en þetta er tildulega fámennur hópur svona kúreka í þessu. Og þarft ekki meira en bara nokkra hræður. En af því að við erum með óregluvætan leigumarkað, ef við varum með regluvætan leigumarkað sem að tæki fyrir óeðlilegar hækkanir á húsaleigu, við myndum bara að finna eitthvað viðmið. Við getum fundið alls konar viðmið, við getum fundið viðmið bara verðlagsþróun, við getum hann að stýra húsaleigu. Bara vísitölu eða eitthvað leið, sko. Við getum fundið eitthvað viðmið hlutvall af lágtekju lágmarkslaunum, eins og í Danmörku til dæmis er meðalleiga í Danmörku meðalleiga á 150 íbúð í Kaupmannahöfn er 37% af lágmarkslaunum, þess að lægstu taxtalaunum. Hérna er það 69%. Það er rosalega hátt. Meðalleiga á 150 íbúð í Reykjavík 2020 var 212.000 og þá var lágmarkslaun 330.000. Þannig að 69% af lágmarkslaunum árið 2020, það er örugglega hærra núna. Já, sko, það sem ég búin að vera að gera på síðkastið er að því að það er að byrja svona orðræða að það sé eitthvað svona innistæði fyrir frekara hækkanum húsaleigu. Nú sé COVID-lið og svona, nú þurfum við að nú bara megi leiga hækka. Þá er ég að skoða tímabili fram að COVID, að því að mér er mjög erfitt að svona líta COVID, að því að sko, þetta er óeðlilegt ástand. Það koma 2000 Airbnb íbúðir inn á markaðinn, það eru 5.000 kvanatverkmenn sem fara á landi og svona, það dempast svolítið niður leigumarkaðurinn. En við skoðum ástandið fram að 2020, april 2020, að þá er húsaleiga að hækka alveg gríðarlega hratt og samfylgnin sem að sumir tala eiga að vera eitthvað svona viðmið. Það er samfylgni á milli hækkandi fasteignaverðs og svo hækkandi húsaleigu. Það er að eiga að vera eitthvað svona samfylgni á milli. Það getur verið eitt viðmið. Það er líka 5 sinnum hærra á Íslandi heldur en meðaltali í Evrópulöndunum. Svona samfylgnin þarf að segja. Já, það er til dæmis 97,5% af hækkunum frá 2014 til 2020 af hækkun á fasteignamarkaði. Það verður 97% af hækkunni á vísitölunni hækkar leiguvísitalan á sama tíma.
á meðan að sko það er 40 og hérna í Danmörku var það 49% hækkun á fasteignaverði en bara 18% á húsaleigu. Þannig að sko margfalt minna og á regluverðamarkaðnum þá var hækkunin 5,1%. En allir þetta stýrist ekki frekar að framboðinu þar, skilur? Jú, þetta snýst. Hér er náttúrulega framboðið eins og Gunnar var að segja 250 íbúður og þetta er bara sem við erum búin við núna. Þetta er náttúrulega bara djók, skilur. Eignir, skilur. Já, og þegar við erum búin við svona ástand, þá... Þannig það er allt í graut, ekki bara leigumarkaður, þetta einhvern veginn hengur allt saman og allt... Já, það sem að þarf að koma til þegar ástandi er akkurat svona eins og þú lýsir, þá þarf að koma til eitthvað regluverk sem slær á þorsta fjárfesta við að fara inn á fasteignamarkaðinn til þess að hagnast á leigumarkaðinn. Ok, skilja þetta eftir fyrir einstaklinga þá og fyrstu kaupendur og allt það? Þannig var svona húsnæðisstefna rekin í 100 ár. Þar segja, þetta vor fyrir einstaklinga að kaupa sér. 1994 til 2005 þá fjölgar okkur 28.000. Þá fjölgar íbúðum í eigu einstaklinga 14.900. Okay. Frá 2005 til 2022 þá fjölgar okkur 78.000. Íbúðum í eigu einstaklinga fjölgar 10.900. Það er 78,1% minni líkur á því að þú sem einstaklingur kaupir íbúð fyrir heimili. Þetta er náttúrulega gríðarlega mikil breyting og þegar þetta gerir svona hratt að það hlýtur að koma einhverju tímapunkti að stjórnvöld verða að grípa inn í og segja, heyrðu, það er eitthvað óeðlilegt við ásókn fjárfestin og fasteignamarkaðinn til þess að hagnast á leigumarkaðnum. Við verðum að taka utan minnstakosti stöðva svona sjálftöku. Af því að sko, ég átti fund með samtökum atvinnulífsins í síðustu viku og af því þau hefðu skrifað grein leiguþak. Ég hefði verið að mæla fyrir leiguþaki og þau voru ekki sátt við það og skrifuðu ykkur grein sem að hér sprengjuárás eða leiguþak. Og ég var ósáttur við þessa grein og fékk fund með þeim og þar átti ég samtal við hagfræðing hjá samtökum atvinnulífsins sem talaði sko að ásókn fjárfesta inn á fasteignamarkaðinn snerist ekkert að leigumarkaðinn, heldur bara einfaldlega til þess að geyma peningana sína. Er ekki eitthvað til í því? Jú, það er ábyggilega mikið til í því. Nei, það er náttúrulega neikvæður umvextir inn á bönkum. Þetta er bara langbesta fjárfestingin að fara inn, kaupa í steypu og kassan er kannski út eftir 10 ár eða bara 20 ár. Standa þess. Já, bara standa þess vegna. Og þá spurði ég á móti, af hverju þá að vera að hækka húsaleigu? Ef hún skiptir ekki máli í þessu samhengi, ef að þú ert að fara að kaupa steypu til þess að geyma peningan eina og það er ávöxtunin þín, eins og bara að kaupa gull, stöng eða eitthvað, af hverju þarftu þá að taka inn auka peninga hverju mánuði? Og af hverju þarftu þá að hækka leiguna reglu að þú hefur tveikja verið til þess ef það skiptir svona litlu í þessu samhengi? Hver er að hækka leiguna, skilur? Það eru leigufélögin. Það eru þau sem eru svona markaðsráðandi hvað var leiguhækkanir, myndirðu segja það? Áður en að stóru leigufélögin eru til, þá voru þetta rosalega mikið bara einstaklingar. Og þá gerðist Þetta þekktist ekkert sko. Nei, þá hækkaði húsaleigur svolítið hægt. Það var svo erfitt fyrir þig að bara segja, nei, ég ætla að hækka leigunum 50 skall. Og þá bara hefði ég bara sagt... 1000 aðrar einingar sem sagði ákvörðat eitthvað annars. Það er bara, við sjáumst einhvern veginn að setna. Núna koma félög sem eru með 1700 íbúðir og bara hækkun 25%. Allar íbúðirnar. Og félagi gera líka. Og engalinn taka eftir þessu. Heyrðu, það eru 4000 íbúðir að hækkun 25%. Ég er bara að gera það sama. Þannig að sko, meiri segja ríkið í gegnum Bríet sem er óhagnadrifið leigufélag sem ríkið á, íbúðalánasjóður, eða HMS í dag. Þeir eru með meira meina allar sína íbúðir fyrir utan þess sem eru að byggja í dag. Þeir eru að byggja einhver íbúðir í Bolungarvík, og byggja svona einhverju raðhús svona hér og þar sem að fiskeld er að rísa sko því að vill enginn annar byggja þar. En þeir eiga einhverjar 100 eigna en þá sem voru svona leftover. Þeir eru búin að vera að selja út sko. Já, þetta er svona leftover eignir eftir íbúðarlánasjóðs sölurnar. Þetta voru eignir á Súðavík og Stöðvarfirði og svona. Það er og Selfoss og eitthvað svona. Og þetta er meira meina allt veðbandalaust. En samt eru þeir að elta markaðsleiguna. Þeir eru kannski með 30.000 krónu kostnað við reksturinn íbúðinni á mánuði en eru bara rukka 250 skall. Við erum rukka blokkar íbúð á Selfossi. Þannig að sko, það er óeðlilegt. Og hver stýrir því? Það er bara hið opinbera. Það er bara... Ég meina, hver ákveður þessa tölu? Einhver starfsmannaplani bara? En það er sko markaðslega. Því að það er alltaf að tala eins og bara með félagsbústaði. Og þetta er, og það er eitthvað markaðslega. Það er svona, þú getur séð hana bara inn á Hagstofunni. Bara hver er meðal verðið á 105 íbúð. Meðalverðið í dag er bara 200 skall svo yfir allt landið og þetta er bara eitthvað sem að þeir nýta sér. Leigufélögin eins og
Alma, félagi verið að hækka gríðarlega en þurfti að draga þess hækkanir tilbaka núna eftir þrýsting frá verkalýðshreyfingunni. Það voru rosalega hækkanir í farvatninu núna í maí af því að íbúðaskorturinn er svo mikill. Það er að koma náttúrulega inn hérna einhverjum 5.000 verkamenn í byggingariðnaði og ferðaþjónustu, það koma flóttamenn, það er að fækka íbúðum út af Airbnb, það er að fara inn á hérna, skammtíðaleigumarkaðurinn. Við erum 1000 íbúðum og við erum að byggja 1000 íbúðum of lítið í ár. Þannig að við erum að auka við skortinn. Ég myndi alltaf skella skuldina við opinbera sko. Þetta er sjálfskapa víti sko. Ég veit það, en þetta er ástæðan fyrir því að fyrirtæki eins og Alma og Heimavellir eða Jemstaðinn sjá tækifæri því að hækka húsaleigu. Án þess að þurfi þess. Og það þarf að slá á þetta. Af því að leigjendur, þeir geti ekki staðið undir þessu auðsöfnun. Það þarf alltaf að vera bæði til leigusalar og leigjendur. Og það eru til 100.000 leigusala í Þýskalandi og Frakklandi og öllum þessum löndum sem farnast mjög vel. Þrátt fyrir að leigjendur og velferð þeirra sé í forgrunni. Þannig að það er ekki samasemmerki milli þess að setja regluverk á leigumarkaðinn sem ver leigjendur og þess að fjárfestar flýi fasteignamarkaðinn umvörpum. Það hefur bara ekki gerst í öðrum löndum. Nei. Ég finn það núna þegar ég er að hlusta á okkur. Ég er svolítið fastur í þeirri hugmyndafræði að sá sem er á leigumarkaði, hann þar af illri nauðsyn og helst myndan vilja eiga fasteign. Ég held það sem mjög algengt. Það er auðvitað kannski algengast. En það er þá ekki hvatin sem það að reyna að koma fólki inn á kaupendammarkaðin, öruggan markað. Svo veit ég á sama tíma að þú segir þetta, þá enga fasteignir til sölu og þensla á markaðnum. Það er tómt vesen. En svo með leigur og annars, bara eins og markaðar almennt, það verðist að framboða eftirspurn, og ég er svo sem ekki fylgjandi því að þá bara hækka allt í botn, því við erum náttúrulega með siðferðislega sjónarmið líka, og manneskjur og öryggi og fjölskyldur En hvernig á þetta að ganga upp ef þú ert með fólk sem er bara eitthvað í háskóla, bara framundir 30, en á samt einhvern veginn að geta komist í öll fríin og vera með bíla og vera með iPhone og Gucci 13 og Gucci og Botox og akrylneglur. Ég safnaði mig bara fyrir íbúð eins og þú, ég sporðaði bara baunir í 2 ár, skilur og fórnaði alveg geðið með að aðrir fór í frí, ég gerði ekki neitt. Þannig að það er lína líka sem maður pælir í. Ég keypti mér íbúð 23 ára eða 4 ára gamall, þá í tækniskólanum var í svona hlutavinnu við að landa fisk og var með barn á leiðinni. Þetta var það sem maður gerði? Þetta var það sem maður gerði, þetta var alveg hægt. Ég keypti íbúðina á 4,8 milljónir. Stjörnusæði var gætið það. Hann flutti heim til mömmu í 2 ár, lagði allt fyrir, mástu, 17 milljónir. Það er ekkert langt síðan, 2-3 ár? Nei. Þannig að þetta er alveg hægt ef ég geti til dæmis ekki með stóra fjölskyldu og þetta bara er þannig með marga. Það er, við sjáum þetta nákvæmlega þetta gerast sem þið eru að benda á að 69% Íslendinga undir 24 aldri þeir búa í foreldrahúsum sem er 3-falt meira eldur en Danmörku. Akkur er þetta fólk ekki að leggja bara massíft fyrir? Þetta fólk að leggja massíft fyrir. En það heldur ekki í við? Fyrstu kaupendur voru næststærsti kaupendur í fyrra eftir fjárfestum með 33% markaðshlutdeild sem er að skila sér en hins vegar er það líka að skila sér inn á leigumarkaðinn. Ég teki eftir því og bara veit margar sögur, ég er svo ekki bara að mæla það en óvinni mikið af leigusölum eru 23, 4, 5 ára gamli einstaklingar sem eru búa áfram í foreldrahúsum. Já, ég veit mörg svona dæmi þar sem að foreldrarnir aðstöðu, þau notuðu þessu tækifæri sem að kaupa sér íbúð að leiga nút. Já, kaupa sér koma svona markaðinn vera hjá foreldrar sínum og láta leigjendur svona dempa greiðslubyrðina og þetta er maður hefur heitt svona dæmi sko. Já, og ég veit nokkur svona dæmi og ég hef náttúrulega að fylgjast með leigumarkaðnum og ég sé þennan aldur á svona leigusölum. Er þetta ekki bara besta mál? Auðvitað er þetta besta mál en þegar á móti kemur ef við skoðum leigumarkaðinn, þú nefndir hérna áðan að flesti vilja kaupa sér. 9 af hverjum 10 á leigumarkaðinu vilja ekki vera á leigumarkaði. Það er búið að mæla hreyfingar á leigumarkaðinu bara síðast í fyrra hafa með sýndi línurit yfir hreyfingar á leigumarkaðinu. Það voru í aldurshópnum undir 29 ára, var svona 25-6% af þeim á hverju ári að fara inn á sérreglumarkaðinn. Þegar skoðum yfir 34 ára, það voru 0,3 til 1,4%. Hvað gerist? Það er börnin maður. Það er bara að fólk festist á þessum aldri, vegna þess að
að þú hefur ekki tækifæri á því 34 ára kannski með 2-3 börn að fara heim til mömmu og pappa og vera á sófanum. Það er bara ekki boði. Þú ert of bugaður fyrir aukavinnu? Já, fólk í aukavinnum til þess að standa strauma þessu. Það er bara svoleiðis. Ég veit fullt af einstæðum maðurum sem eru 3 vinnum til þess að bara standa strauma leigun vegna þess að það er fyrsta sem þú borgar. Þú lætur allt annað sitja í hakanum. Þannig að sko, þetta er örugasta sem þú getur gert nema þú sért kannski hugsanlega með eitthvað óreglu fólk sem er alveg skítsamum allt sko, en ef þú ert með barnafólk er þetta fyrsta sem þú borgar. Ég veit bara sjálfur, þetta er fyrsta sem ég greiði hver einasta mánuði. Það er bara húsalega. Það er númer 1 og 3. En við sjáum bara að það er eitthvað óeðlilegt við það að bara svona tiltölulega vel þénandi fjölskyldufólk, eldri en 34 ára, það bara kemst ekki burtu úr þeim aðstæður sem maður vill alls ekki vera í. Og ef við erum með svona aðstæður, við vitum hvað við köllum sambönd, þar sem þeir líður illa og þráir að komast burtu, en getur það ekki. Þetta er óheilbrigt og skapar alls konar vandamál. Skapar streitu, kvíða, áfallastreitu, þetta skapar óöryggi á börnunum, leigjendur að flytja ótt og títt. Þetta er tómt við þessan. Og það er líka bara sko, tilfinningalegt öryggi í æsku hefur afgerandi áhrif á geðheilsu fólki í framtíðinni. Þannig að meðan að við getum bara ekki búið það er verið að móta framtíðar í rauninni markað sko. Já, og svo er líka þannig að börn leigjenda, þau komast miklu síður inn á sérhæfðum. Það er að segja. Þetta er framtíðarmarkaðurinn. Það er verið að móta hann. Það er ekkert að því að vera með stóra leigumarkað. Í Finnlandi er 50% af húsnæðismarkaðurinn leigumarkað. Og hvað sjáum við einhvern meinbugi á finnsku samfélagi annað heldur en smókgufuna þeirra. Þeir eru nú svolítið svartsýnir oft sko. Já, en það sko að við lítum til Finnlands með frumkvæði og efnahag og nám og skóla og allt svoleiðis. Þeir eru með 50% af öllum húsnæðin sínum bara í leigu og það bara eru allir happy og það eru stór og mikil fasteignafélög og verktakafyrirtæki að græða fullt af peningum. Þannig að það er ekki samsemmerki milli þess. En það vantar struktúrin í kringum þetta. Já, það er það sem við erum að kalla. Og leigjendasamtökin, það er fyrst núna svona upp á síðkasti sem maður fer að sjá þetta eitthvað bara upp á yfirborðinu. Bara þannig er eitthvað samtök, hagsmunasamtök fyrir leigjendur. Ég vissi ekki að það væri til. En við þurfum að vera náttúrulega svolítið svona aggressív vegna þess að þeir eru bara fyrir. Já, við þurfum að vera það vegna þess að það farið ekkert samtal með eitthvað svona magindalegu sófatali sko. Er við að eyða millistéttinni á Íslandi smátt? Er við að mörka nót? Nei, ég vil nú ekki segja það svona það er kannski verið að skipta í tvennt. Það er svona lægri og efri millistétt. Ok, hvernig myndir þú skilgreina lægri millistétt? Lægri millistéttin er bara svona einstaklingur eins og ég sem að greiði 300.000 í húsaleigu og á bíl og tjaldvagn og kemst í sumarfrí og svoleiðis. Efri millistéttin er náttúrulega þeir sem eru í sérreign og kannski í sumarbústað og ofta með lægri greiðslubyrði heldur en þann sá sem er að leigja. Já, það er ítrekað þannig. Ég vil ekki meina að sé allstaðar, við erum ekki alhafa vegna þess að það er fullt af fólki sem leigir af ættingi sínum. Það til dæmis er risastór hópur. Ég held að sé bara 20% af leigumarkanum. Það er fólk að leigja af einhver sem af ættingi sínum, foreldrum eða sískinum eða frændfólki. Og það fólk hefur miklu lægri greiðslubyrði almennt heldur en aðrir á leigumarkanum. Það er ekki alltaf þannig, en það er almennt þannig. Þannig að sko það er greiðslubyrðin er há og hún er íþyngjandi. Ég veit það bara sjálfur, þetta er íþyngjandi að þurfa að greiða 300.000 krónur í reiðufé. Það er hellað. Á hverju mánuði og eignast aldrei neitt. Og þetta er streituvandaldar líka vegna þess að maður svona tínir árónum í þessu. Já. Og því að þetta er svona, fyrir flest er þetta lífeyrir, svona, fyrir flestir hugsaða þannig. Og ég veit bara það með allir mína atorku, frumkvæði og svona drifkraftir sem að fer dvínandi að þá veit ég að þegar upp í staðið, þegar ég verð 67 ára gamall, að þá ég ekki neitt. Já, ekki til þess að og árin tikka. Já, árin tikka. Og þetta er orðin á 9. ár núna. Og svo er fullt af fólki sem er búin að vera leigumarkaði í 20 ár sko. Ég minnist orða Guðrúnar Bergmann. Endurræsing mikla. Hún sagði sko einhvernar orða endurræsingurinnar miklu eða sko þú munt ekkert eiga en þú munt verða hamingjusamur.
Nákvæmlega, var ekki Klaus Schwab sem sagði þetta? Jú. Og hann sagði, þú mátt ekki dega, myndur að hafa mikið saman. Þetta er svona, ég er svona, þú veist, ég hef oft hugsað til þess að orða svona og runnið kalt vatn við sér skins og hörund. Vegna þess að hugsanlega er þetta eitthvað svona svona. Hvert eru á leiðin? Sko? Já, hvert eru að fara með þetta? Ég oft er að hugsa til þess bara af hverju þetta fálæti hjá þeim sem að stjórna þessu. Hvernig stendur á því að svona, þú veist, svo velmennandi einstaklingur eins og Katrín Jakobsdóttir til dæmis sem kemur mjög vel fram. Já, bara fyrir 7 árum síðan talaði hún bara fyrir leigu þaki til dæmis. Það er 7 ár síðan er leiga búin að hækka 68% og álag á lágtekjufólk er búin að aukast 7%. Er henni alveg drull? Nei, en ég oftur að hugsa þetta, bara hvað er agenda hérna, veist, hvað er stefnan, vegna þess að við getum ekki gefið þessu fólki að það sé eitthvað svona ómeðvitað, að það sé eitthvað neginn svona slæta, að því að fólk er í vinnu við að fylgjast með og áætla og með fullt af fólki við að framkvæma þetta, þannig að þetta er ekki tilviljun, það er ekki tilviljun að ástandið er svona. Þannig ég veit ekki hvort þetta sé... Þú ert að gefa þið skýna þessi samsæri? Ég hugsaði þetta orðið í gær, hvort það væri samsæri gagnvart leigjendum. Ég hugsaði þetta, ég er ekki að segja það sé, þetta kom í hugun á mér í gær. Ég var eitthvað svona, að ég sitt langt fram á kvöld og er að skoða hreyfingar á fasteigna og leigumörkuðum í hinum ýmsu löndum. Ég er búin að lesa ógreinna skýrslum, bæði launaþróun, verðlagsþróun, leiguverðs og fasteignaverð í fullt af Evrópulöndum og ég er svona sitt yfir þetta á kvöldin og ég fer að hugsa svona um eitthvað íslenska samhengi af því að það er svona algjörlega út úr kú. Bara, er eitthvað svona samantekið svona vitund, er þetta einhvers konar svona, bara ég hugsaði með mér, í dag er þetta samfélagstilraun, er það að gera tilraun á því bara þoli fólks, af því að ég veit að leigjendur í upphafi svona þessu stóru leigumarkaðars eftir hrunið, að þá litu margir á þetta sem bara fórnarkostnað, bara samfélagið er í mólum og þetta er bara minn kostnaður við að endur þessu samfélagið að taka á með að vera leigumarkaði tíðanbundið og borga háa húsalegu. En það er bara ekki þannig í dag, en ég vil ekki fara að ganga svo langt að segja þetta sé samsæri, en ég hugsaði þetta hugtak í gær, í einhverju samhengi, þá bara hugsaði ég, í einhverju samhengi kemur þetta bara hvað er þetta, hvað kraftar er þetta, af því það er alls þar einhverju kraftar sem móta allt sem við búum við. En það er talað þegar ég heyrti þessa klísju með að 1% af fólki, 1% jarðarbúa eiga 99% af auðæfum og eitthvað, ég meina, er þetta ekki bara þróunin? Ég meina, peningar eru bara félagsvera. Já, svo er þetta náttúrulega, þetta er rosalega mikil auður sem verður til á fasteignamarkaði, verktakamarkaði og fasteignamarkaði og leigumarkaði. Þetta er náttúrulega líka ásamt ferðaþjónustunni og sjávarútvegi. Þetta er eitt af þeim 3 stoðum sem hafa verið búa til peninga og það sleppir því ekki svo auðveldlega. Þeir menn sem hafa svona fengið smjört hérna af því að geta skapað sér auð inn á einhverju auðlind, þeir sleppa því ekki svo auðveldlega. Nei, þeir skapað sér auð með því þeir eiga auð. Já, og skapað sér meira auð og nota peningan sinn til þess að kaupa fleiri íbúðir og læsa klónum fastar í markaðinn og rauninni skapað svolítið að mörgu leyti ólíðandi ástand fyrir samborgara sína vegna þess að þeir eiga forskot og að reyna að komast inn á fasteignamarkaðinn. Þeir hafa getað búið til kapital, útborgun og keypt sér aðra íbúð. Það getur svo margar ástæðu fyrir því, skilur. Eins og til dæmis einstaklingur sem kannski er fastur leigumarkaði 35+, bara heilbrigður einstaklingur. Hvað gerist þarna milli 15 og 20, skilur, á hverju er hann á leigumarkaði? Og á hverju er auðvaldið, hvernig er forsaðan svoleiðis, sko? Sko stærstu hlutin af íslensku leigjendum sem eru á leigumarkaði eru fólk sem fór illa út úr hruninu. Það er fólk sem tapaði húseignum sínum og bankandi leystu þetta til sín. Ég hélt reyndar íbúðinu minni og með miklu harðfylgi. En það voru bara ekki allir svo heppnir. Og svo er þetta afkomandi leigjenda sem eru núna leigjendur í dag og svo er þetta náttúrulega líka aðflutt vinnuafl. Þannig að sko það er náttúrulega mjög litlum hluta til einhverja sérstaklega áfallarsaga sem verður til þess að fólk endur á leigumarkaði. Þetta eru ennþá afleiðingar af hruninu og bæði sko beint og óbeint í gegnum afkomendur fólk sem eru á leigumarkaði. Ég skilji.
bara kynslóðar. Og svo náttúrulega þessi stóru hópur þeirra sem koma hérna til þess að vinna. Náttúrulega eins og þið þekki bara að fólk sem að farðverk, fólk sem kemur hérna og byrjar að leigja sér, það er mjög erfitt fyrir fólk að komast af leigumarkaði. Já, ég skil það alveg. Þannig að sko, þess vegna er þetta svona. Það er náttúrulega til í dæminu að fólk endar á leigumarkað út af einhverju vanrækslu, út af einhverju misferli með eða svona eitthvað gerst í þeirra lífi. En það er mjög hverfandi að það sé staðan í dag. Það er ef að þú ert elst upp á eignaheimili hjá stöndugum foreldrum sem eiga sína fasteignir og svona, að þá áttu bara ágætis séns. Áttu bara ágætis séns að komast Er það mentalitetið? Nei, þetta er líka bara það. Eða bakland? Já, baklandi. Það er að segja foreldrar sem að eiga kannski fasteignum bara eiga hann í 30 ár, þau eru kannski komið veðrými upp á 70 milljónir. Og þau geta kassað eitthvað þessu út til að hjálpa krökkunum sér inn á séreignamarkaðinn. Og það er fólk að gera. Þannig að sko þarna verður til svona hálfgerð stéttaskipting að þetta geta leigjendur ekki gert. Þeir varla hafa við að borga húsaleguna og hafa svo ekki til þess að taka lán fyrir eða einhverja tryggingu til þess að hjálpa ákomendum sínum inn á fasteignamarkaði eða séreignamarkaði. Þannig að sko en það er Þetta er ekki algilt. En heldur að sé eitthvað glóraði því að setja til dæmis þak hvað einstaklingur eða lögaðili má eiga margar íbúðir eða myndirðu horfa frekar í leiguþak eða svoleiðis, skilur? Já, sko, þetta er náttúrulega, Var ekki Berlín, hvað var það í Berlín, dómurinn sem fjallinn var tilbaka? Var það ekki eignanám á eignum hjá félögum, leigufélögum og annað? Nei, sko, það féll dómur sko lögmæti leiguþaks. Já. Það var þannig að héraðsdómstóllinn í Berlín, hann hafði dæmt leiguþaki löglegt sem var búin að vera í virkni í eitthvað tíma, en hafði svo ekki heimild að þetta fara fyrir Bundesþingið, því að þetta er þannig ákvæði sem að svona skerðir eignarrétt fólks að héraðsþingið eða héraðsdómstóllinn gat ekki ákvæði þetta. Þess að konseptið var ekki dæmt ólöglegt, heldur bara heimild stjórnvalda á þessu svæði til þess að taka svona ákvæði. En svo kusuðum í september í fyrra annað ákvæði í leigulögunum. Það var að þjóðnýta eða svona, taka eignanámi. Við kusum það í 27. september eftir að leigjendasamtökin höfðu barist fyrir því að því að það var mikið af vogunarsjóðum að koma inn á fasteignamarkaðinn í Berlín og þeim leist illa á hvers mörg þeirra voru orðin stór og farin áhrif á verðmyndun. Þannig að þau kölluðu eftir því að leigufélög mætti ekki eiga meir en 3.000 íbúðir. Þess að hámarksstærðin á leigufélagi ætti að vera 3.000 og þau fóru fram með undirskriftarsöfnun, sóttu að þessi spurning fengi pláss á kjörseðlum fyrir alþingiskosningarnar 27. eða búndeskosningarnar 27. september og stjórnlagadómstóllinn samþykkti það að þessi spurning væri valid vegna þess að það er einhver ákvæði í þýskri stjórnarskrá varðandi eignarnám til almannaheilla. Þetta er bara eins og með vegagerð og svona mátt bara taka eignarnám. Þannig að það var kosið þetta og 64,9% íbúum samþykktu þetta og það er í ferli að semja núna við leigufélögin það að skipta þeim upp eða þá að hluti af þessum eignum umfram 3.000 fari inn í leigufélag hjá borginni. Eru bara beitt eignarnámi í raun? Í rauninni, en þau fá náttúrulega bara fullt gjald fyrir íbúðirnar. En þess að komið veg fyrir það að eitthvað félag eigi 50.000 íbúðir. Ég meina 3.000, hvað eiga til dæmis bara heimavellir og þessi félag? 17-18 íbúðir. Já, þú sér þetta er alveg gigantískar stærðir, sko. Hlutfallslega, þvílíkt. Eins og hérna, ég skilur að Berlín er risastór, skilur, þannig að 3.000 er kannski samt mikið, sko. Á Spáni, sko, eru félag eins og Blackstone Group með 100.000 íbúðir, sko. Er engin lög sem að ramma það inn? Það voru sett lög í september 2020, það voru kosið einmitt nýja löggjöf í Katalóníu. Já, það er einhvern veginn að stíga skilur að þetta getur nefnilega verið svolítið hættulegu leikur, sko. Já, en þar var ný löggjöf samþykkt. Það var mjög forvitnilegt dæmi vegna þess að þetta er svona nýjasta dæmið á mjög brútal verðstýringu í Katalóníu og það kemur til út af þessari ásókn fjárfesta, sérstaklega erlendra fjárfesta inn á fasteignamarkaðinn í Katalóníu og það var sett bara viðmiðunarverð. Það segja sko það var bara ef ég er að fara að leigja af þér
þá slægi ég bara upp fastanúmerinu á íbúðinni inn í ákveðinni reiknivél sem að innviðaráðuneytið er með og hún segir mig hvað ég á að leigja íbúðinni af. Og ef að þú vilt hækka leiguna, þá þarf þú að fara til þeirra með eitthvað pappír og segja ég var að skipta glugga, eldhúsundinga eitthvað. Þá þú að réttlæta það. Já, þá færðu að hækka leiguna. Þar sem að leigjendasamtökin voru rosalega ósátt við þegar þessi lög voru sett var að þeir settu svona þak á leiguverði eins og var þá sem hafði hækkað gríðarlega árið undan og þeir vildu færa það tilbaka en fengu það ekki en fengu þakið viðmunarverðið. En það hefur haft þau áhrif að leiga hefur lækkað 9% sumstaðar, það er minna. Þannig að það hefur einhver áhrif en þar í leiðinni fengu sveitafélög þar sem að fasteignamarkaðurinn undir þrýstingi. Það er ekki öll sveitafélög sem eiga að nota þessu löggjöf. Þau þurfa að lýsa yfir ákveðin húsnæðisskorti og þá þarf að réttlæta það að það geta tekið löggjöfinu upp. Eins konar neyðarlög. Já, eins konar neyðarlög sko. Og að þá hafa þau heimild til þess að taka íbúðir af leigufélögum sem láta það gaggjart standa auðar og setja þær í leigu á sveitafélögum en borga fullt gjald fyrir það. En þetta komið í veg fyrir það að stór íbúðafélög noti stærð sinn og styrk til þess að láta bara 500 íbúðir standa auðar vegna þess að þeir ætla að gefa yfirvöldum fingurinn. Sko. Mér finnst þessi úrræði stjórnvalda þannig sem þú talar í þágu fólksins. Ég var bara mjög erfitt fyrir að sjá þetta fyrir mér hérna bara eitthvað. Það er aldrei gerast hérna sko. Bara hvað við erum að upplifa og hvernig stemningin er. Þá bara sé ég þetta ekki fyrir mér. Það er bara eitthvað að skipta þessu lið út fyrst. En það mæti ég, ekki bara ég, heldur bara svona við sem að mætum á fundi, við mætum ótrúlega fálæti. Það er sko, ég hefur svo tilfinningunni að fólk viti nákvæmlega hvernig ástandið er, en sko svo afstæða að vilja laga hlutina og breytum kúrs, í henni felst ákveðin viðurkenningu á því að hún var gert eitthvað mistök. Og það er það sem ég held að tregðan sé mest, sko, að fá stjórnvöld sem skiptum kúrs því þar með eru að segja við höfum farið illa ráð okkar en sko það þarf enginn að fara í eitthvað svona benda fingrum, við viljum bara ástandið fara í jafnvægi vegna þess að hafa allir gott af því. Þú veist aldrei hvenær afkomendur þínir þurfa að fara á leigumarkaðin og þú vilt ekki afkomendur þínir fara út á leigumarkaðin eins og er í dag. Myndirðu senda 19 ára soninn inn á leigumarkaðin í dag? Nei. Ég er ekkert að gera lítið úr því hvernig ástandið er. Nei, ég segja sko, við þurfum öll að hugsa, þetta er ekki gott fyrir neitt, nema örfáa sem er á braskan á þessu markaði. Það er að segja að kassa inn einhverja fjárfestingar og láta leigjendur borga fyrir sér svona kostnaði. En þetta er ekki gott fyrir neina aðra. Þetta er ekki gott fyrir fólk sem á húsnæði. Ég þekki konu sem á bara flotta 2 herbergja íbúð í Vesturbænum. Og bara hefur alltaf búið þar með fjölskyldu sinni og hún er ekkert að fara þaðan og íbúðin hennar er kannski búin að hækka 5-falt í verði síðan hún keypti hana fyrst. Hún á 3 börn sem að hún annarkvort þarf hún að fara að taka lán og hjálpa krökkunum sinni að selja húsnæði sem hún ætlar ekki að gera en sko minnst okkar eitt af börnunum með þessari konu er að flytja út á land að því að getur ekki komið sér fyrir á leigumarkaðinum í Reykjavík. Þannig að þarna er eigna manneskja sem að á svona undir ákveðnum formerkjum að segjast að hafa hagnast á ástandinu. Þarna er afkomandi hennar að líða fyrir það. Þannig að þó að þú hvílir í eign sem að hækkar mikið í verði, þá getur þetta komið niður á afkomandiðinum að leigumarkaðurinn sé eins og hann er. Þannig að þetta er ekki gott fyrir nema bara örfáa og þegar að almannaheill verður undir vegna hegðunar eða ásóknar einhverja fáa þá þurfum við að setja reglur. Við gerum það með bönkunum. Við setjum ákveðin hámark á bara vexti í bönkunum. Það er bara reglur það. Og þetta bara er svipað konsept. Við erum að lána okkur verðmæti gegn ákveðin ávöxtun. Og það hljóta þurfa að koma einhverjum svona reglur það. En hvernig ætla að ná því í gegn? Ég held að það snúist það bara hvað við erum að Mér finnst að regluverkið þurfa alveg gaggjara endurskoðun. Ég held að við sem allir saman það. En hvernig ætlið að lobbya eða tala fyrir og fyrir mér brennur mest fyrir mér finnst mér mikilvægast bara fyrst það er aðbúnaður leigjanda það munur á að vera leigusali og góður leigusali bursið frá verði og markaðsverði og allt það Það er þessi hugmyndur til dæmis og ég veit að Leiguskjól sem er fyrirtæki sem selur svona tryggingar þeir hafa reynt að koma upp svona einhver svona ratingkerfi fyrir leigusala
Það segja sko leigusalar fá bara einhverja svona engun fyrir hvernig þeir eru sem leigusalar. Mér finnst þetta ágætis hugmynd. Þetta bara er Airbnb-markaðum til dæmis. Það bara færðu engun bara fyrir endurgjöf. og þetta mætti alveg koma til hér. En sko, það einhverjum stað finnst okkur þetta of mikið, svona utanumhald. Að þess þurfi, sko. Já, svona einhver staðar hugsaum við, heyrðu, þetta nú aðeins svo mikið að fara að skrá alla og gefa öllum einkunnagjöf og svona, skilur. Það einhver staðar sem við verðum að draga línuna. Við getum ekki farið fram og búið til eitthvað svona allsherjarkerfi. Það þarf bara að koma til einföld reglugerð sem að slær á ósjálfbærar hækkanir eða semst á leigumarkaði og hafi það eitthvað viðmið. Það er að segja, ef við erum sáttum við það sé eitthvað markmið með þessu lögum 37. grein húsaleigulagana að leiga skulle vera sanngjarnt og réttlát. Ef það er eitthvað markmið með þeirri löggjöf og þá þurfum við að búa til þetta golf og þetta þak, svona betur, hvað er sanngjarnt og óréttlátt og þurfum að ferðast innan þess og þá þurfum við bara að fara að taka það samtal að því að sko hugmyndina, konseptið er klárlega lögmætt að því það eru 18 Evrópulönd sem eru með mjög íþengjandi leigjendalöggjöf en með blómstrandur húsnæðismarkað þar sem að kemur til í þeim ríkjum sem er kannski slökust leigjendalöggjöf eins og í Finnlandi, þar er bara eiginlega allir leigumarkaðurinn í eigu sveitarfélagana. Þau bara reka eins og Helsingi með 100.000 íbúðir inn á svona leigumarkaði og það sem er svona öðruvísi við Finnana í svona þessum húsnæðis sem að þeir eru að búa til svona óhagnaðdrifið að þetta eru sko flottustu húsin. Þetta eru ungir arkitektar sem eru fengnir til að teikna þetta. Hérna ef að félagsbústaðir byggja þá er þetta bara eitthvað svona kumbaldar út í túni eins óaðlandi og hugsaskettur. Það er svona að vera að búa til þetta stigma. Þú býr þarna með litla glugga og þrönga svalir. Mjög til skamstíma. Já, skilu, þetta er eitthvað svona en þannig að sko það þarf að koma til annað tvennu þegar að sérregnin er komin svona neðarlega. Já. Það er annars vegar þarf að koma til stór markaður sem er rekinn á óhagnaðdrifið, kannski 20-30% af leigumarkaðnum. Í dag er það 3,67%. Okay. Þannig að við erum að komast þangað að því þá fyrir að hafa áhrif á verðlagninguna. Þegar að valkostur leigjandans er sá að fara út af einkamarkaði, að því hún líkar ekki verðlagninguna, að fara inn á markað sem er pláss fyrir. Og hann getur það. Já, bara getur það. Það heldur í við markaðsleiguna. Eða þá að ef við ætlum að ekki vera með félagslega reikin húsnæðismarkað, þá þurfum við að vera með regluverk sem segir, ok, við skulum alltaf miða við launaþróun. Þá skulum við búa til eitthvað þak, eða eitthvað golf sem segir, við húkum leiguverðið í þetta golf hérna. Svo ferðast það bara með því. Ef að tilum til þess að hækka leigu 50% eða 5% segjum það bara, það bara semur verkefnishreyfingin 5% launahækkun. Skilu, það sé eitthvað svona, að því að þá erum við búin að búa til eitthvað svona viðmið. En að með að vera mikið með þetta viðmið, ef við erum með markmið lagana sem að er klárlega mjög skýrt, bara sanngjarnt og réttlátt og eðlilegt, að þá þurfum við að það er smáttleitur. Já, þau þurfum eitthvað svona, bara hvað þýðir þetta? Og það er eitthvað svona, í þessum nýjustu útspilum frá ríkinu, svona eitthvað verið að reyna að reifa þetta. Já. En við hefum ekkert að vera að finna upp hjólið. Við erum bara með þessi lönd 760 miljón íbúa í Evrópu sem eru búin að þroska leigumarkaði 100 ár. Við hefum ekki að stóla þessum hugmyndum bara hér og þaðan. Sko. Já, það þarf að gera þetta, skiljum við þurfum einhvern veginn að ná til þeirra sem að ráða innan gæsalappa, skiljum við. Og það er engar hörmungar að fara inn í yfir þó að það komist eitthvað jafnvægi leiguverð vegna þess að það hefur ekki gert annars staðar. Það er bara blússandi gangur á fasteignamarkaði í Danmörku. Kaupendahópurinn er bara hann er bara minni. En ertu bjartsýnn á að þið náið að tala kúrekana sem við kusum yfir okkur til? Já, ég er svona mátulega bjartsýnn en þetta snýst ekkit það heldur. Ég er búin að vera í samtölu við nokkuð leiðin samtök í Bandaríkjunum. Þau láta sig ekki detta þessi hugar að ávarpa stjórnvöld. Okay. Þau bara taka málinn sín í hendur. Það er bara anarkía? Nei, bara engin anarkía. Það er bara fólk þau veit að það samtal leiðir ekkert. Okay. Það er að höfða þá til þeirra sem að eiga? Já, þau bara tala við leigjendur. Ég talaði til dæmis við
leyendasamtökin í Minnesota, í Santipol, höfuðborg Minnesota, þau unnu stóran sigur, þau bara buðu fram í borgarstjórnarkosningunum síðast, því að leyendahópurinn er svo stór. Þau tóku aldrei þátt í samtalinu við hinn frambúðin, sem eittu sko nokkru $1 million í að mylja niður þeirra málstað. Þau bara fóru og töluðu við leyendur. Þú ert að hóta frambúði? Nei, ég er ekki að hóta frambúði, ég er bara að hóta, ekki hóta nefnir, ég er bara að segja, það að þegar leyendur hafa skipulagt sig, þá eru þau bara það mikið afl að svona vera að taka mið af þeim, skilur. Í Bandaríkjunum er bara miskunnalaust notað eitthvað bara svona ultra úrræði sem er skelfilegt og ber með sér mikla hörmungar. Það er fólk hættir að borga leiguna. Og í Washington DC, það er til dæmis löggjöf sem það var gaggjart sett til þess að koma í veg fyrir svona displacement eða að fólk þurfa að flytja svo milli hverfa. Það er svona, og það heitir Tenants Right to Buy Act. Það er að segja að leyendur ef það skipuleggja sig, þá geta þær keypt húsnæði sem þau búi í. Það er að segja, og þetta var bara núna nýlegt dæmi núna í febrúar. Er það ná að fjármagna? Það er fjármagna gegnum þessi lög. Að leyendur stofna bara samvinnufélag, bara 300 leyendur íbúar í einhverju risablokk, svona einhverju project. Það er valdeflingi þessu. Svona einhverju projectblokkir. Þetta var til dæmis þetta dæmi sem að ég talaði við fólk út í DC, Columbia hefði mig í DC. Það voru svona nokkra blokkir, svona projectblokkir, þar sem að nýr fjárfestar hafa komið inn og ætla að hækka leiguna einhverju $490. Og þau bara hættu að borga leiguna, settu hann á hausinn og keyptu húsin, og núna eiga bara samfélagið bara á 3.000 leyendur eiga bara allir blokkinar hverjunni. Það er geggjað. Og bara með eitthvað svona community, samvinnufélag og nú bara eiga þetta sjálf. Matjústagarð. Það er ekki alveg komið þangað, en Danir eru svolítið mikið þar. En þetta er sko það sem að sko eins og leyendur í Minnesota voru gerð þetta mjög pennt. Þau bara tók ekki þátt í samtalinu við þá sem að átturinn að gera og þeir sem voru kjörnir til þess að standa vörð velferð leyenda. Þetta bara töluðu bara beint við leyendur. Spáðu hvað það er samt sorglegt. Já, en það er bara svolítið svona staðan hérna núna fyrir okkur leyendur. Við þurfum eiga samtal við hvort annað. Í Bandaríkjunum kölluðu þetta bara svona, við vorum bara með svona door knockers. Þannig að þeir bara fóru hús úr húsi og bara bönguðu upp á öllu leyendur bara, við erum bara skipuleggi okkur, verðum með. Og svo bara unnuður svo kallan svona landslide victory í kosningunum. Og núna er bara búið að breyta leyendalöggjöfni í Santipol. Er hérna bylting á leiðinni á Íslandi? Nei, Við þurfum að fara í lokaorð. Já, en það þarf ekki byltingu. Það þarf bara hófæra og svona tempraða og sanngjarna íhlutun í verðmyndun á leigumarkaði. Við erum með íhlutun í verðmyndun á leigumarkaði gegnum húsnæðisstyrkina sem eru notað til þess að viðhalda ákveðnu verðlagi á markaðnum. Það er íhlutun. Það viðheldur ákveðnu verði. Við þurfum að snúa þessu við og segja bara við þurfum að vera íhlutun núna sem að dregur úr húsnæðisstyrkjanum og setur jafnvægi á leiguverði. Það er íhlutun sem kostar samfélagi ekki neitt en mun hugsanlega draga úr ávöxtun þeirra sem eru inn á leigumarkaðnum. Það er íhlutun sem við þurfum að gera. Hún er hófær og hún er pen. Og þetta er íhlutun sem er notuð í 18 Evrópulöndum. Höfum við ekki annars öllu að tapa? Mér heyrist það. Sko, við erum að skapa mörg vandamál á leigumarkaði. Það er 99% af þeim sem að leita til hjálparstofnana á höfuðborgarsvæðinu eru leyendur. Það skapar ógulega mikla fátækt. Ég er í samtölu við fullt af leyendum og það er rosalega mikið svona fluttningssaga. Ég er búinn að flytja 5 sinnum. Við vorum 3 á fundi með fulltrúum Katrínu Jakobsdóttur í dag, þar sem að við höfum öll flutt á cirka 2 ára fresti. Ég var í samskipti við konu sem búinn að flytja 13 sinnum. Ég flytti svona 3 ára með mömmu, sko. Frá því að mamma og pabbi skildu 95 til svona 2003-04. Ég held ég að flytt 2 þessar ári. Já, þetta er ekki gott. Og hann Karl Strand, fyrsti forstöðumaður Geðsviðs Landspítalans, hann sagði bara tilfinningalegt öryggi æsku. Þá var hann að tala um leigumarkað. Tilfinningalegt öryggi æsku hefur afgerandi áhrif á geðheilbrigði fólks á lífsleiðinni. Þannig að ef við ætlum að koma í veg fyrir það verði svona viðvarandi vandamál hjá fólki á leigumarkaði, bara almennt félagsleg, þá þurfum við
að slá á verðmyndun vegna þess að velferð leigjenda ásamt örygginu að geta búið á sama stað er umlukin verðlagningunni. Þegar að svo mikið að tekjuninu fyrir í húsalegu og það hefur líka mikil andleg áhrif eins og það að flytja oft. Það er á mörgu að taka maður. Já, það er mörgu að taka. Mér heyrist þú vera komin inn á hárréttum tíma. Eða, myndur ekki segja það? Upp á hvað? Bara upp á það hvernig markaðurinn er búin að breytast. Markaðurinn er búin að stækka og minnkandi frambúða fasteignum og vonlaust að kaupa. Já, þetta er allt mjög erfitt maður. Gott að undirstrika það að það eru sveitarfélögin sem hafa þessu lögbundnu skyldur að útvega húsnæði. Þannig að bara gott að halda því til haga. Þetta stendur upp á sveitarstjórnir að útvega húsnæði. Samanlega. Heyr. Veistu með eitthvað meira? Ég er að fara til Danmörku í fyrramáli, ég er bara að fara heim og sofa sko. Ertu að fara? Já, ég er að fara. Í morges. Nei, í morgun. Í morgun. Tydelig. Rathúsplatset og svona. Herðu, Guðmundur, ertu ekki búin að segja þetta allt eða? Eða viltu bæta ykkur við? Nei, þetta er búin að frábært spjall. Já, þetta var mjög fræðandi sko. Þetta er stór heimur. Stór heimur og ég er búin að vera svolítið vakandi sofandi yfir þessu og ég er svona stundum bara svona að vera að finna svona maníu fiðrildi nánast svona bak við öðru hvoru sko því klukkan er 1:30 á nóttinni og... Já, ég er að segja, þú hlýtur að vera drifin áfram af svona einhverju þráhyggju sko. En þetta er svo merkileg saga. Já. Þetta bara dregum alltaf lengra sko, nú ætlum ég að skoða hérna bara er eitthvað skrítið að gerast í Bonn hérna milli 2014 og 17 og því að ég reyna að finna bara eitthvað svona hvað ræður þessu og þetta er alltaf mismunandi bara, það gerast merkileg hlutur í COVID þá hérna slitnar algjörlega á milli verðhækkana og húsalegu í Danmörku og verðhækkana á fasteignamarkaði. Það var aldrei eins mikið verðhækkun á fasteignamarkaði í Danmörku eins og í COVID. Það lækkaði að leiga hér. En hún hækkaði strax aftur þetta skilur. Hún hækkaði um 8,1% í COVID. Já, á meðan að fasteignaverð hækkaði það er fylgnin sem að helst ekki hendur. Já, fylgnin sem helst ekki hendur. Ekki sama fylgnin sem var áður. Nei, skilji. Hún var 97,5% en fór niður í 36%. Okay. Þannig að það slitnaði þarna mjög á milli. Í smá tíma. Já, smá tíma. En hérna, þetta er bara merkilegt að fylgjast með þessu. Þetta er bara mjög forvindlegt og þetta er eiginlega bara svona, það þýðir eiginlega að búa til eitthvað svona bara fræðigrein þetta. Mér heyrist þú að þarf á því. Algjörlega. Við ætlum að leysa þið út, Guðmundur, með gjöfum hérna eftir smá stund. Fáðu eitthvað smá oljur. Þetta eru oljunar. Þetta eru ekki gjafirnar en það eru hérna hjá. Allra meina bótmaður. Þú skellið þið smá oljum? Já, ég er að gera það sko. Herru, ég ætla að lesa hérna smá texta frá þetta er algjör snill sponsorum og svo leysum við út með gjöfum. Sko, Kombucha hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna en í þarmaflórunni hefst taugakerfið. Það má einnig segja að í þarmakerfinu að flórunni liggi ónæmiskerfið þannig að ef að það er í jafnvægi þá er ónæmiskerfið að virka mun betur og þú verður ekki veikur. Nei. Og svona auki þá hjálpar Kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum. Og við finnum sterkt fyrir því henni þótt á svona. Ekki spurning. Þetta er ekkert smá gott líka sko. Þetta er alveg geggjað. Ég hlakkar að ég fæ mér þetta. Ég smakkaði svona erlend Kombucha daginn sko og í samanburði við þetta íslenska það bara átti ekki sén sko. Ég er bara fasta konni núna strax sko. En það ekki? Jú. Geggjað. Gott CBD, Urriðahólsstræti 16 eða í vefverslun. Já. Þeir eru, sko þegar þessi þáttur kemur út þá eru þeir örugglega búnir að opna á nýju búðina sem er 200 fermetra CBD flagskip sem er líka upp í Urriðahólsstræti. Sko, mér langar að fara aðeins inn á, sko, samur upp á tenningum í CBD. Já, einmitt. Því meira sem er framleitt af CBD því umhverfisvænari framleiðslan. Hampurinn bindur 20 sinnum meira kolefnum en hefðbundin innan hefðbundnar trjáræktunar. Á nokkrum mánuðum nær plantan þó eftir yrki upp undir 4 metra í hæð. Meira að segja á Íslandi fóru plöntur sem voru ræktaðar utandyra á mörgum stöðum upp í 3 metra. Já. Þetta er á 3-4 mánuðum. Þetta er insane. Sjálfbærnisfaktorinn sem CBD hefur á taugakerfið er gríðarlegur. Ég hef að þeim 3 árum sem ég tekið CBD í öllu mögulegu formi gjörbreyst til hins betra. Svo allt þetta með sögur og fólki með kvíða og svefntruflanir og taugaverki og óveður og allt þetta. Mér langar aðeins að fara inn á þetta með kolefnisbindinguna. Þú veist, 1 hektari per Íslending eins og staðan er í dag, hvað var það losun?
þá ertu búin að kolefnisjafna Ísland. Með hampin. Já. Ein ræktun, 3-4 mánuðir, 1 hektari per Íslending. Akkur er þetta ekki útmált? Ofurkapitalísk súper geðsíkismanja. Það er ástæðan. Það er ekkert flóknara. En heyrðu, ok, en þetta er að gerast. Já. Það er vakning, ég skynja hana. Ég heyri sögur af fólki með kvíða, svefntruflanir, taugaverki, óeirð, húðvandamál, gigt, flog, krampa, endurheimt, bólgur og geti haldið lengi áfram. Ég heyri af þessu fólki, þau ringja og skrifa mér og svo setja þau sig í sambandið með aftur, seinna og þá er þeim batnað, þökk sé fæðubótarefninu, CBD og ég lík því ekki. Það er engin smá fullyrðing maður. Ég á frændur áttrætt Já. sem eru aldrei upp á selgjöti og sko hafa aldrei haft nokkur trú á nokkur svona hlut. Nei. Sem eru bara, gera ekkert annað en dásama CBD-olíu. Þetta er bara ótrúlegt. Og ég hef bara aldrei trúað því að menn tækir svo svona orði í munn. Nei, þetta er líka bara, þetta er að virka raunverulega. Nei, ég er samanlega tíma. Þetta er rosalegt. Sko. Já, bara farið upp í búð upp í Urriðaholtsstræti, við erum með afsláttarkóða sem er þvottahúsi með litlum stöðum, það veitir 15% afslátt eða að versla inn á gottcbd.is og það er þetta að nota afsláttarkóðan þar og bara áfram hambur. Heyrðu, hérna ætlum við að byrja á því að leysa Eigum við ennþá svona, hvað er mikið eftir að móta? Þetta er síðasta, þú ert inn að fá Er þetta síðasta? síðasta korkin. Þetta er korkur. Tími var Korkur er það líka þannig mjög hendi. umhverfisvænn í framleiðslu. Þetta eru glasamáttur. Gjörðu svo vel. Það er kærlega fyrir. Og svo erum við með hérna átið að það er að koma sumar og Lose Me og annað í vændum. Þetta er hemp bolm, þetta er full spektrum CBD bolm, 100 mg CBD, þetta er svona alhliða body lotion krem en sérstaklega ætlað fyrir bruna og ónæmiskláða og bit og stungsár. Það er ekkert annað. Gjör svo vel, megi hampurinn vera með þér. Heyrðu, ég bara, þetta er bara dásanlegt vegna þess að ég var nú búin að ræða við þig um þetta af því að mér var alltaf dreymt að prófa þessar vörur. Já. Og nú er bara tilefnið og ég hlakka mikið til. Ég ætla að hella þessu upp í þetta núna eftir að... Ég tröll að trúa á þessu. Bara þakkaði kærlega fyrir. En það var æðislegt að fá þig komið. Já, mjög áhuga. Takk fyrir að bjóða mér. Ég ætla líka að fara út og sýna þér hellulögnina. Eigum við ekkert að fara í það? Jú, Og ég að segja þessu sögu? Er þetta einhver, já, endilega. Ég lærði að hellulegja þökks í þessu manni. Já, Þetta var brjálað. Þú hafðir orðaði hérna í byrjun þáttarins þegar möndlu ristir í fyrir gang og sleppur öllu. Við vorum búin að gera eitthvað díl að hann ætlaði að helluleggja fyrir mig og bara kortir í jól, kortir í utanlandsferð og ég kom inn á Svundunni manni eftir. Þú komst bara hérna á Svundunni og ætlaði að helluleggja fyrir mig á 0-1. Ég panta hérna bara 12 pallettur af hellum sem ég bara set hérna bara á alla gangstéttina hérna út götuna. Svo dettur í möllunar. Já. En ég kom nú að hellulega þetta. Nei, Nei. Þú byrjaðir. Já. Þú mættir. Ég fór hérna út fyrir húshornið allavega. Nei, þú tókst svona 3 fermetra. Já. En þú byrjaðir og þú skildi verkvarinn eftir. Já. Og þetta var til þess að ég neyddist til þess að læra að helluleggja. Já. Ég var samt að helluleggja undir tröppunni hjá þér og hérna út á húshorninu og svona. Þú byrjaðir hérna eitthvað eins. Nei, ég var nú myndir þessu. Já, það. Já. Er það íkja? Ég held að hann sé íkja svolítið mikið. Af því að ég hellulegja hérna fyrir framann, en það voru blettir sem að ég man að þú varst að helluleggja, en ég var hérna undir stigapallinum hjá þér og ég man ég var hérna út við húshornið og við vorum að spá í þessari hólu hérna við kallaratröfnar, en ég man vel eftir þessu sko, ég gæti ekki klárað þetta. Nei, en ég lærði að helluleggja. Já, ég sé það reyndar að þú ég bölvaði þér í sand og ösku já. En svo eftir að hyggja þá er ég mjög þakkláttur að bara hafa fengið að læra að helluleggja. Ég vil ekki meina að þú hefur lært það eitthvað sko. Nei, en þú reyndir. Ég reyndi. Jú, þetta er alveg sæmilegt. Ok, ég ætla ekki að sýna helluleggina. Jú, ég hef búin að koma að skoða þetta. Ég kom hérna og sótti þjöppuna hún var hérna, ég skildi verkfærin alltaf eftir manni eftir sko. Svona er þetta að hafa dettur í möndlunar. Já, ég veit. Þú er svona túrakall. Já, ég túrakall og svo fæ ég bara svona frestuna áratu líka sko. Ég skil þig. Það get ekki allir verið. Slæðir ekki CBD á frestuna áratu? Jú, og lagar aðtilsprest og allan pakkan. Allt. Guðmundur, bara gangi ég vel með þetta. Takk fyrir okkur. Takk fyrir mig. Takk.
náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra.